Ég tætt þú bara... Ég byrju þá að kveikt á mækanum okkar. Við skulum bara halda áfram. Lækki tónlistinni, byttu. Við erum að byrja þátt frábærlega hérna. En velkomin í Gaurum en staðlagard á þáttu 16. Já. Það er gamla góða... Það styttist í 20. Það styttist í 20, já. Styttist í 20. þáttu. Það er rétt hjá okkur. Það er alveg gali hvað við erum búin að vera lengi, sko. Já. Eða, sko, þú veist, lengi, hvað, 16 þætti? Er 16 þætti margir þætti? Ég veit það ekki, sko. I don't know, but jú, það er kannski... Já, mér finnst það alveg. Við erum búin að vera hvað, síðan 1. mars. 2. mars? Já, 2. mars, sorry. 1-16, það er alveg... Já. Það er gott. Ef við erum búin að halda okkur þarna... Hvað segir maður? Relevant. Já, ef við erum búin að... Erum við relevant gaurar, eða? Ég veit Nei. En þannig að, heyrðu, er eitthvað nýtt í þessu það? Við erum að tala líðan málefni, eða svona hvað við erum búin að bralla um sikkertin. Við erum búin að vera, eins og senast að þættu, þá var ég nýkominn frá Japan. Já. Við fórum bara full blast í bara Gaurum og stæla og taka sketsa og við erum að taka þetta upp á sunnudegi, bara daginn áður en þeir hlusti á þetta. Já. Og við erum bara fucking allan dag að taka bara sketsa. Við tókum fucking fullt af sketsum í gær, fullt af sketsum í dag, við erum bara fucking... Við erum working hard. Við erum on a grind, sko, svo þegar við erum búin að taka sketsa þá þurfum við að taka podcast, sko, þannig að þetta er svona... Við erum á annarri vinnu í aðra, þetta er svona eins og fara úr Batman-búningunum og gera... Nei, þetta er svona þetta er að... Ok, Þetta er eins og Superman í 9 to 5 og svo er hann Superman. Nei, þetta er samt líka eins og Batman. Batman er Batman og svo er hann businessmaður, skilur við? Já. Við erum Batman og Superman bara sami gæðin þá. Já, basically, sko. Þeir eru bara alveg eins. Hvort fílið þið meina Batman, Superman, Spiderman? Þetta er ógeðslega Batman spurning. Ég verð að segja Batman, sko. Já, mér finnst Batman... Þótt hann er ekki með eitthvað svona superpower. Hann er langnettastur aðeins, sko. Jó, hann er langnettastur. Bara búningurinn. Spiderman er samt alltaf minn maður, sko. Já. Engstur á okkur, sko. Unnar, þú ert að vera klánum mig fyrir þetta. Ég hef ekki hort á Dark Knight Rises. Jesus Christ. Ég hef ekki hort á neitt af þessu. Þau eru alltaf Dark Knight. Hæ? Það er Dark Knight og svo Dark Knight Ég Rises. hef ekki hort á neina Batman-mynd. Já, og þú veist, ég held ekki eins og neina Superman-mynd heldur, sko. Ég hef bara hort á Spiderman-mynd. Ég fyrir ekki alveg Superman, það er samt alveg smáskrítið, en mér er Superman ekkert spes, en Batman Superman er bara eitthvað gæi sem flýgur, Dark Knight Rises er bara eins og... Ég veit að ég samt hef basically séð hana bara á TikTok og Instagram alltaf séð. Jokerinn hann Heath Ledger í Dark Knight, sko, bara besta dæmi sem einhverju nokkur tímann leikið, sko. Rest in peace, Heath, maður, hann var algjör legend. Hann er mjög góð vinur minn, sko. Já, það málið. Við vorum saman í New York. Og við vorum saman í Vestló, sko. Já, saman í Vestló. Nei, ok, hvað er annars búið að þetta á ykkur eiginlega? Sko, ég er bara búin að vera að chilla, sko. Nei. Þú ert búin að Tom er búin að vera að chilla. Hæ? Nei, við erum allir búin að vera bendir, við skulum ekkert vera að ljúga. Bendir? Ok. Nei, ég tek ekki bendir. Ég chilla og... Spila Fortnite? Nei, ég er ekki búin að vera að spila Fortnite, sko. Sama. En sko, þið verður að hætta að tala um eins og ég spila Fortnite, sko. Ég spila ekki Fortnite. Alltaf þeir hringi í ykkur, það er annarkvort í Battlebussunum, en ég veit annarkvort Battlebussunum eða á strippklúbunum í GTA. Hann er rosa mikið þar. Það er sann no joke, þú ert ekkert að ljúga, sko. Oft er að við erum að taka eitthvað svona fjárfund, eitthvað svona að plana eitthvað shit. Þá er ég og Ingi ofta að spila Fortnite, sko. Ég og Ingi, ekki bara hann, skilur. En það er að þú sendir alltaf á mig, skilur. Hey, Fortnite, eitthvað, bla. En hvað segir þú? Segir þú já eða nei? Ég segi já, þetta ég er góð vinur, skilur. Nei, ég er bara góð vinur og segi já, en ég tek bara eitthvað 3 leikja fyrir, skilur. Svo er þú bara einn í sónu. Já, ég veit, það er 3 leikja fyrir og hann, hvað segir maður? Hlaðar í þið sósu. Og hlaða í mig sósu. Hvað segir maður? Já, jú, flott, sko. Já. En hvað er að frétta Unnari Stein? Unnari Steini? Unnar Stón, já. Ég kannta millifæra nafn, kannta fallbega nafnið Unnar. Þú er bara svo vana að segja þetta. Ég reynda Unnar Steinn. Hér er Unnar Steinn, Unnar Stein, frá Unnari Steini. Til? Unnar Steins. Ég veit ekki, ég kann það ekki til Unnari Steins. Þið kunnið þetta ekki eins og sjálf. Unnari Steins, sagði ekki. Ég var að setja það. Þú varst eiginlega með rétt, sko. Já. Þú ert góður í að millifæra. Þú ert svo vanur í að segja þetta. Nei, við fórum á veitingastað í dag og Ingi ætlaði að panta eitthvað svona veisluplattan. Hann sagði, getið fengið eitt svona veisluplattan? Platan, eins og segja plata eitthvað, hann klúraði bæði ellinu plattan, hann klúraði bæði tíinu og ennunum. Það er 2 tí og 2 en hann sagði með 1 tí og 1 enni. Platan.
Zlatan. Þú veist, málega Ingi, þú Veist, hefur hann oft sagt kann eitthvað ekki svona íslensku. School is for the weak, eitthvað, maður þarf ekki að vita þetta En það er svo oft sem að þú hefur bara Ingi skrifað eitthvað caption bara vitlaust, bara alveg bara Ingi ég sé það, Ingi Já. hvetur oft fólk krakka til þess að hætta í skóla. Ég veit að Ingi er ofta á the streets of Kev að segja bara, hey, fuck, skóli, Hætti í sjötta bekk, eins og ég. Hætti í 9. bekk It comes with a cost, it comes with a huge cost. Hann kann ekki tala. Hann er fræður á TikTok en hann er naut heimskur, skilur ekki taka þessi fyrirmynd Nei Við erum þetta bara heitu því að Ingi, það er fólk sem tólar ekki Inga heit, sko, hann er Ég veit superfan, sko. Hei, krakkar, þetta er bara besti vinur okkar, skilur Reyndar, við fórum í dag Hvað heitir staðurinn hann með vatninu? Hvalavatn Hvaleyrarvatn. Já, Já. það var stemming Já, og það sketsaði Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði. Ef þið voru úti í dag sem við erum að taka þetta upp á sunnudegi Það var helviti gott veður Alveg upp til 16-17 gráður Já, það var crazy og líka gær, já. Sunshine Þetta er lúmstæðlega Goldman þessi staður, sko Þetta er alveg flott staður, sko Mjög vel En sagði, sko. ef þið eru að hlusta á þetta mánudegi einhvern tímann í vikunni þá er spáð rigningu Ok. Já, þú þurfti bara að segja þetta En það takkar að byrja að táta svona illa. Það er samt, ég er ekki byrjað, sko, ég trúi þessu ekki Ég trúi þessu shit ekki podcast að tala veður Já, þetta er alveg leðileg podcast, sko. Við erum ekki eins og komnir í 100 Við erum washed up, maður En herru, ég ætla að fyrir maður sattum, við erum með þrjáliða, Egill Lurman. Ég er með nýjan lið, Tommi, ert þú með? Ég er með nýjan lið Ingi, ert þú með? Ég er með gamlan góðan Satt eða logið, Satt eða logið Já. Og það er með Dím En ég ætla ekki að segja það núna Ok. Já, ég er ekki búin að segja eitthvað frá liðinu mínum og Tommi, þú ert ekki búin að segja eitthvað frá liðinu. Nei, ég veit, þannig ég veit náttúrulega hvað þinn liður er, sko, en ég veit ekki Þú ætlar að vera með einhver lið en svo bara svissar last minute Ég er með lið sem er svipaðar og fuck, marry, kill Nema, já, við erum ekki fara hann Við erum að fara Ég sé að Ingi spenntur, sko Við erum að fara í, á ensku heitir hann Dinner, road trip og Ingi, dís gera Nei, ok, býðum maður Ömulega leiðilegu vinur, Ingi Býtu, Ingi, ok, sorry Var það ekki síðast að þetta sem hann prumpaði eitthvað í mjög þetta? Jú Ingi, þú er að fara að rífa þig í gang Sorry Með ég að útskýra nýjan glænja lið sem ég er mjög stoltur af Ég er mjög stoltur af Hlustundur nenni ekki að hlusta okkar fart og róp og prump og okkar Þetta er ógæslega mín dómskjöf Hættu þessu Sorry, ég þarf að slipa Má ég byrja upp á ný? Slipa á þetta, ok Já, byrja upp á ný Og rópar eða prumpar og lappa hérna út á tókisina ef ég átt að með henni að lesa þau Það gerir bæði Ég er dóttur í stuðu, veistu það, ég nenni skilja Þannig að, ok Þetta er eins og þetta er saman konst og fuck, marry, kill nema öðru þessu þema Hann heitir á ensku þetta er ekki spennandi Þetta er ekki cool nafn en treyst mig, þetta er skemmtilegt Dinner, road trip, Desert Island eða kvöldmatur rúndur eyðimörk Þannig að ég kem með þrjú þetta er eiginlega allt íslensk celebrities eða erlend og þið að velja hvernig þið ætla að fara í kvöldmat með hvernig þið ætla að fara rúndir með og hvernig þið ætla að eyða Nei, og hvernig þið ætla að vera först á eyðimörk með Ég til í það Dinner, road trip, Desert Island, skiljið konceptið? Ég skil konceptið, sko Þetta er eins og hana Fuck, marry, kill Já Við erum bara ekki að ríða neina, við ætlum ekki að drepa neina, við ætlum ekki að nei, Við ætlum að fara út að borða, við ætlum að rúnda, við ætlum að festast á eyðimegi Þannig að ekki bara dempa okkur í þetta Jú, þú bara hugsaður þetta á spátt, eða? Já, veist, ég googlaði eitthvað svona hvað eru svona svipaðir leikir fuck, marry, kill, svona öðru útgáfur Og kom þetta Þetta kom upp, já Já, tjatti, ég væntalega bara eitthvað bulla, sko já. Ég hef aldrei heyrt þetta, sko, road trip Þetta er bara good shit En fuck it, ég er til í þetta, ég er líka spenntur að sjá Ég get tekið þátt í þessu líka Já Ok, við byrjum þetta mjög sterkt Þetta er allt vinir okkar Ok, til já Ok, Aron Kristinn, Beggi Más og Gummi Emil Ok, Ingi, vilt þú byrja? Ok, já, byrja þú, Ingi Hvað er aftur? Ok, það er Eyja Þetta er Dinner, road trip, Desert Island Dinner, road trip, festast á eyðimörk með Ég myndi festast á eyðu með Gumma Emil Og það hann er survival instinct Ég held að allir svolítið sammála það Já, ok Ég er alveg sammála það, sko Ég myndi festast á eyðu með honum Og hvað, Aron Valur og Beggi Más Aron Kristinn Aron Kristinn Aron Valur var með þessum hór, sko Sorry Ég myndi fara á rúndin með Veitu, hver, sorry Já, Beggi Más Ég myndi fara á rúndin með Aron Kristinn Og hvað var senast það? Kvöldmatur með Begga Já, þetta er bara gott Þetta passar allt Þetta er solid listi, en ég er með smá svindlina, sko
Ég hef farið á rúndin með Aron Kristinn. Já, reyndar. Aron Kristinn, ég var að hlusta, ég veit ekki hvort það mannst eftir þessu, en ég hef fengið far með þér, sko. Já, við vorum að tala um þetta í dag. Við vorum að tala um þetta í dag, sko, já, þvílík, what a coincidence, man. En ég myndi mættilega bara taka það, bara round 2 bara. Já, þú hefur reynsli í þessu, já. Ég er með reynsli í þessu, ég verið þarna aftan í Teslunni. Já, þetta var fræg Tesla, sko. Já, það hafa ekki margir við þar, sko. Nei. Ég man hann var að blasta svona Charlie XCX, eitthvað DJ set. Ég bara, heyri, þetta fucking freikt, eitthvað. Sko, ég skal vera næstu bara. Ég er ekki maður klára, sko. Nei, sorry, það er líka mega sens að þú ert líka næstur, svo ég er hostinn, þannig ég skal svona sendur. Já, sko, það er road trip með AK Rish, AK Dick. Svo er það, jú, er það ekki alltaf Gummi, jú, nefnir, hann er með svona survival instinct, vikingar, eitthvað kjaftaði, kókosnötur, eitthvað crack on the head, eitthvað, og svo Beggi Most innir bara, fuck it. Þetta er eina rétta svari. Ég ætla að vera aðeins öðruvísi og mér langar að prófa, sko, ég myndi vera dinner með Gumma, því ég myndi ykkur það, ég hafði séð að borða máltíðir það. Mér langar að vera vitna því, sko, ég veit ekki með ykkur, mér langar að vera vitna því að sjá hann, ég var líka, vill fá hann svangan, ég myndi segja hann, þetta er svangur. Ég vil fá hann svangan. Og ég myndi vilja horfa á hann borða svona risastóra máltíð, bara hámið í sig, sko. Byrðu ofan líka. Sáðu vídeóan daginn að hámið í sig ykkur 10 hamborgara á búllinni, sáðu þetta? Já, hann er náttúrulega alltaf að borða, sko. Hann bara gjörsamlega bara eitthvað rós, hann getur tekið... Pæli, ef að ég borða mikið, hvað í fokkanum haldi að hann borða mikið á dag, sko. Hann borða örugglega 4 sinnum meira en ég. Það er náttúrulega 110 kíló eitthvað, Já, bara pure muscle, sko. Bara pjúra, hann þarf bara 1000 gram prótein okkur um degi, sko. Já. Þannig að, sko, ég myndi nokkra að vera vitna þessu. Ég myndi fara á rúndin með AK-ris, ég saman okkur þar, það er bara stemming, ég veit að segja hann bara, hann spila ykkur lög og lögin sín og hann spenntur yfir svo á bara King Sit Gate, sko, ég myndi vera mjög til að fara í þessa Tesla, menn á sérstaklega hún reyn, eins og hann sagði, smá skítut, já, ég var frekar til að fara í þennan smá skítut Tesla, en svo myndi ég fara út að ég og Beggi, við erum, þið eru fella, sko, þannig að ég myndi vilja fara í festa eða með honum, ég er svona mest sammála honum, sko, mest svona, hann er mest í félagi mér, þannig að við erum, og ég hlusta svo mikið á skoðan bara svona eiginlega ól mig upp, sko, þannig að ég er svona, ég hef spesial tengingu með Begga, sko, þannig að ég verði eiginlega, þannig að ég held að við getum dottið í góð spjöll þarna, sko, og ég held að það er smá þegar, short term með Gummi er góð leiðin, bara rífa niður ykkur tré og veiða fisk með byrjum öndum, en svo long term og geta orðið smá veðsastrar, nei, hann myndi redda okkur bara, ef ég væri með Gumma á Eyði, hann myndi bara redda þessu strax, myndi taka tréð niður, breyta því í bát og við myndum laga því með kókosnetur og bara fara heim. Já, shit, ok, það er enda græsi. Ég meina, Gummi er náttúrulega líka svona djúpu gæi, sko. Ég elskar að tala um svona shit og... En já, ok, fyrir mér næsta, já. Þetta var vel executað okkur. Ok, hörðu, númer 2. Hvort myndu þið fara með, Eyði, þetta er Dinner, Road Trip, Desert Island. Kanye West, Jake Paul eða 6ix9ine rapparinn. What the fuck? Þetta er fucking random lið. Þetta er svona allt lið sem búið að missa það bara. Ég myndi fara... What? Þetta er allt... Ok. Ég myndi taka Dinner með 6ix9ine. Ok. Þetta er allt svo random fólk eitthvað. Þetta er þetta tvíburinn, sko. Já. 6ix9ine. Já, líka sviparuglaðir, sko. Ég heiti náttúrulega næstu í það sama. Svo myndi ég taka road trip með Kanye. Ok. Svo Dinner Jake Paul. Nei, þú sagði Eyði með Jake Paul. Eyði með Jake Paul. Það er helviti hart, sko. En samt er enda Þetta nefna því, Nei, samt hvort að ég held í rauninni ef maður pæla um sig, maður hugsa Jake Paul sem svona fucking treðanga stektan, treðanga. En af þessum þriðum þá er hann örgulega skástur. Pældi því, 6ix9ine. Viltu vera Eyði með 6ix9ine en Kanye West? 6ix9ine er samt, hann er samt alveg, hann er alveg fyndinn og skrítinn. Fyndið ekki bara ykkur. Ég held að sé, þú veist, Er ekki fangelsi það? Nei, hann fór í fangelsi í 3 mánuði. Já, hann er komin út núna, sko. En sko, ég myndi, sko... Hann er eignast barn, ég sá það. Já, það verður fucked up barn, man. 6ix9ine, þetta er barn það. Sko. 6ix9ine. Nei, ok, veitu, ég myndi taka Eyði Eyjuna með Kanye. Ég er bara svo mikil Kanye maður, ég myndi vera til í að vera fastur með honum, sko.
Hann myndi örugglega byrja að syngja byrja að syngja lögin sín eitthvað annað. Já, nei, ég sko bara Hann talar mjög mikið, eða ekki? Jú, ég held að hann getur verið, hann náttúrulega bipolar sko. Ég held að hann getur talað mikið. Það er aldrei hvað það hefur hann sko. Já. Getur talað mikið, svo quiet. Svo lítið sko, já. Ég held ég myndi velja Kanye þar, svo ég held ég myndi taka dinnerið með Jake sko. Ég held ég myndi, það er bara svona quick and done, bara kort bara dinner bara. Quick and done. Ég myndi taka rúnd með 6ix9ine. Ég myndi taka rúnd með 6ix9ine. Já, ég myndi ekki hlusta á Gummo með 6ix9ine. Já, það grínast, ég myndi ekki einu sinni, ég myndi bara blasta 6ix9ine og vera bara eitthvað að væpa með honum, skilur. Ég myndi ekki einu sinni vilja tala um þannig, skilur. Hvað er ég að fara að spyrja 6ix9ine, skilur, bara hvernig var að vera blöður? Ég var til í að, mér langar ekkert að hitta 6ix9ine, sko, þannig að ég veit alls ekki á, ætli ég myndi ekki taka dinner með 6ix9ine, jú, út að borða með Kanye og fæstaðist með Jake. Nei, þú sagði dinner og út að borða með Kanye? Já, ég meinti rúndin með Kanye. Rúndin með Kanye, ok. Dinner út að borða og fæstaðist með Jake Paul. Því að hann er eðlilegastur að þeim. Ég var til að rúnda og hlusta lögin hans Kanye með honum, sko. Jake Paul er samt, hann er og stiðsti tímin er með 6ix9ine, því að það er bara svona klukkutíma sess. Ég get rúnda með Kanye í 2-3 tíma, sko. Já. Ég meðist þetta skrýta þess að velja Jake Paul. Hvað meinar þú? Finnst þér heldur þetta var lægi bara með það að fara að Kanye í hann myndi drepa úr endan, sko. Kanye? Það myndi kirkja þér döða. Nei. Það myndi bara missa við þetta allt í henni bara. Nei. Og planta, þú myndi koma heimleika með fullt af ránkumundum, það myndi planta ykkur sítum í hérna heiluna þér, sko. Nei, ekkert svona. En ok, þannig að já, næsta spurning. Allir búin að velja, ekki? Jú. Ok. Númer 3. Takið þátt í comments líka. Já, takið það. Hvað þið myndi gera. Ok, númer 3. Dinner, road trip, desert island. Bríett, Alaska og Gugga í Gummibát. Ég veit hvað hugsa, þeir eru báðir náttúrulega hrifnir aðeim öllum. Við? Nei, já, þið tveir, já, og ekki fara í þá áttin með það, ok? Ekki fara í þá áttina. Það er enginn að hugsa þetta, jú, ég veit, já, Ingi, hvað er það þið, maður? Ok, ég myndi Bríett, Alaska, Gugga í Gummibát. Ég verð ekki fara að rúnda dinner með neina með það. Þú ert svona kvíklegastur til að gera þetta, þú ert svona Gugga var held ég, hún var eitthvað enn DMs eða ekki? Eitthvað enn DMs Ok, víst að Gugga er með gummibát í nafninu. Þá verð ég bara á eigið þetta var 1000 IQ move þannig. Þetta var samt ekki slik, sko. Út á henni með gummibát eitthvað, við erum tvö saman hana bara. Já, skrítið. Já. Ok. Smá peralett, sko. Ég er að tjóka. Ég myndi svo segja Bríett og Alaska. Ég myndi fara ég myndi fara rúndin með Alasku og út að borða með Bríett. Ok. Ég held það. Ég held að ég tek sko dinnerinn, sko, naflinn hefur farið, hann hefur tekið dinner með Guggu, sko. Já. Það enda ekki eins og hann vildi, sko. Nei. Hvað er það að gera hérna? Ég veit það ekki. Jú, dinner með Guggu, rúndin með Alasku, dinner með, Eyðeyja með Bríett. Var ekki sama svarað þú? Já. Nei. Það er næst að Eyðeyja með Bríett, eitthvað svona, hún spila gítar, eða það er gítar og tekur bara rólegur kúr, ekki bara og myndi róa maður niður, syngja vögguvísi fyrir maður, ég fylg líka með Bríett og Eyðeyju. En ef ég verður með Guggu á Eyðeyju, hún er með gummibát í nafninu, sko. Já, ok. Er það ekki að hugsa rétt? Já, það er mjög sniðugt. Líka hugsa rétt? Nú, hún er kannski ekki með, alltaf með gummibát á sig, það er svona að segja. Ég veit það ekki. Ég veit alltaf leil podcast með. Nei, ok, ég held bara að líka beint fyrir. Bríett, Eyðeyja, Mega Sæn, svona náttúrugjalla. Rúndin með Alasku, hún er bara tónlistmaður, var gaman hlusta okkur lög með henni rúndinum, og svo dinner með Guggu, já. Jú, ég og Unna vorum samlaða þetta. Já, voru þið með sama svar? Já, Ingi vildi vera eitthvað skrítinn hana. Herðu, síðasta spurningin, nummer 4. Dinner, road trip, desert island. Þetta er líka síðasta og skemmtilegasta. Ok. Magnús Hlynur, Fannar Halldór og 10 eitthvað gæinn.
Ég tala Hvernig kom Magnús Hlynur inn? Ég veit ekki, bara skemmtilega gæði. Og hann með svona rödd líka, svona. Magnús Hlynur, Magnús Hlynur, gæði sem hann tala svona. Já, Jónatan. ég vissi. Fyrir eitthvað sem veit ég hvað það er, þetta gæði hann í Stöð 2 og var færið sig á Rúfi eitthvað sem alltaf tala okkur kindur og svona eitthvað. Og maður alltaf, einmitt fyrir okkur vettvangi Suðurland og tala svona, bóndin, Jónatan. Það talar alveg svona. Ég kom með svar, sko. Ok, ég myndi vilja vera á og til þess að útskýra ég er að drekka maður hætti að tala um þetta þannig að, ok, Fannar Halldór gæðin sem var í Idolun sem að segja come on, sem hann átti uppistandið bara stærra með fullt af frösum, við veitum hvað það er og þriði gæðin er 10 eitthvað þannig að gæðin sem að fór á TikTok daginn sem að fór í viðtal, iconic viðtal ég myndi svona 10 eitthvað ég hætti að klukka væri, mér er að trenda á TikTok núna en ok, já það er allir að nota þetta sound já ég myndi segja 10 eitthvað á Eyðieyju ég myndi tala við hann og ég held að hann getur talað mikið víst hann hann hefur mikið að segja í viðtali og svona hann hefur mikið að segja sko hann hefur mikið ég myndi spyrja hann út í hvað gerðist það var bara að tala um viðtalið við hann ég myndi spyrja hann út í það ég myndi bara hann bara en þú svo átt að finna eitthvað nýtt kannski vill hann bara League of Legends já myndir þú koma þér í svona nördakarakterinn einhvern veginn jú það var þægilegt að vera bara í honum já það var þægilegt með honum sko eða skiljur ég myndi vera með 10 eitthvað þar þess að skrítið að kalla hann 10 eitthvað sko við veitum ekki hvað hann heitir jú það kom aldrei upp eitthvað svona það kom eitthvað svona hann er auðvitað að finna nafna hann sagði can you put my gamer tag segi svona svo myndi ég vera með ég myndi fara út að borða með Fannar Halldór út að borða með Fannar Halldór Magnús Hlynur Rúnt já, auðvitað gaf hann Rúnt og Magnús Hlynur eitthvað Suðurlandi við sko myndi gera þarna er harpan já hérna var ég jú, ég sammála með Magnús Hlyn að taka roadtrip með Magnús Hlyn ég segi það, svo náttúrulega við vitum allar uppáhaldsmaturinn hans Fannar Halldórs er pasta carbonara sko þannig myndum við ekki bara fá okkur pasta carbonara nei, þess myndum við ekki fá okkur bara fara bara já, dinner, flottan dinner og fá sér pasta carbonara skiljur já og svo er það bara hvað er aftur hann já, hann 10 eitthvað gæðin Desert Island, já þú ert að sammála Inga bara ég er svona næstu en sammála ég held að ég ángríns fara á Eyðey með Magnús Hlynur ég held að hann veit best þessum þremur sko já, hann er með heilan í þetta hann er klár ég sé nokkuna kindur hann er ekki alveg gamall jú, svona 50-60 kannski þannig að ég held að hann er svo mikið verið á Suðurlandi í náttúrun og svona fjósum og svona, ég held að hann sé með alveg smá hann er handlægin sko þannig að kannski, já góða með höndunum, er það ástæðan fyrir að vilja taka með það? já, ok hvað, er eitthvað dirty í það? þú varst að segja, ég sagði þetta ekki ég segi, kommenti á Spotify að þið vilji að ég og Unnar tökum eitt þátt án Tóma hann er að eiginlega ekkert svona þetta er bara komin nóg það er allt lífi í þetta fokkin podcast það má ekki í dag tölur er soft tölur er leiðið maður og ekki fá mér í kaldan bara eins og það sé ekki neitt ég myndi segja að Magnús Hlynur er Eyðimörk ég myndi segja dinner með þarna JC dinner með 10 eitthvað ég var til að sjá hann bara hvernig hann borðar sko hvernig hann borðar ég er meira fyrir svona kjúklinga eitthvað svona og svo myndi ég taka rúndið með Fannar Halldór við myndi hlusta á Íslandska talent performana hans og hlæja hans að því þú myndi bara hlusta mér langar að vita hvernig hlusta eins og þessi podcast mér langar að vita hvernig tónlistmekkan er með líka sko en já, þetta var liðurinn dinner, roadtrip og Desert Island ég þarf að finna eitthvað netta nafn já, þetta var flottur liður sko en þú ert að finna eitthvað nýtt nafn á hann sko þetta var geggjaður liður þetta var stammari ég mun örgulega halda áfram með hann leið sko það er skellur sko þá er komin tími að satt eða logið þá er komin tími á en ekki að sko ok, herru ladies and gentlemen segja okkur hvað þema í dag, ég er mjög spenntur á þetta er ég ætla að segja, skal ég segja ykkur þetta er satt eða logið satt eða logið eins og
Sorry. Satt eða logið Country Edition. Ég Tommi, ég ætla að vara við, þú veist þetta, ég ógeðslega góður í landafræði, ég bara svona það stúpid góður, sko. Sorry, ég ætla bara, þú ert ekki bara góður í því, þú ert bara klár gæi. Já, ég ætla bara að gefa þér það. Ég ætla að það er dissa með þú ert klár gæi, sko. Ég svolítið svona, ég þori ekki að fara ægjast því þetta væri of hátt, sko. Já, ég bara, þú veist, Ég þetta myndi enda svo Einstein dæmi, sko. Þetta fyrir þá sem veit ekki hvað þetta þá þetta keppni á móti Tomma á Unnar sem að þeir gíska hvort að þetta sé satt eða logið og sem með fær flestur rétt vinnur. Sniðugt. Ok. Það er geggjað koncept, það sem er með flestu stigin vinnur. Já, prófum það núna í dag. Jesus Christ. Eru þið tilbúinir í fyrstu? Let's do it. Ok. Þá fyrsta, hvað sem staðreyndin? Hækka speed. Nei, ok, hvað með það? Sorry, við erum dottminni. Fyrsta staðreyndin? Já, bara. Fyrsta, staðhæfingin, staðreyndin. Satt eða logið? Í Kanada þarf lagalega, ok, það skrifa vitlaust. Lagalega. Sorry, ég var að segja, ég kopíði þetta af... Ok, reyndu bara aftur. Nei, það stendur lagalega, ég kopíði þetta af hérna, ok, þetta chat að kenna. En sumt af þessu ég bjóð til. Nei, reyndar, ég bjóð þetta ekki til. Haltu bara frá með dískáðum, hendir út. Í Kanada þarf löglega að brosa á vegabréfunum sínum. Bíp. Ok. Ég ætla að segja... Þetta að gera svona. Ég ætla að segja þetta sé ósatt, ég sagði bara bíp. Ég segi þetta sé ósatt líka út því að ég held að sé alþjóðleg regla að þarna þú mátt ekki brosa, hvað svo Kanadamenn myndu fara til Sviss eða eitthvað og þá þarf það að vera, þetta er alþjóðleg regla að þú átt ekki að brosa. Þetta er einmitt, ég held að það sé öfugt, það má ekki brosa. Neins staðar, já. Já, það má ekki brosa, það er ekki á Íslandi að neitt, sko. Og hvað er það? Herru, ósatt. Þetta var ósatt. One stig. Herru, ok. One stig. Já, 1-1. Það var 1-1 fyrir þeim. Unnar, you better watch out, you better not cry. Og döður. Hvað, ertu Í Frakklandi fá allir borgarar ókeypis baguette á þjóðhátíðardaginn. Borgarar, hamborgarar Baguette. Það er svo fyndið. Fá allir borgarar. Já, kíktir ekkert yfir spurningarnar, þú veist, bara svona hamborgar með sósu. Sem að búa í borginni, borgarar. Okkur sagði hvað íbúar eða almennir borgarar. Það stóð hérna á chat. Já, chat er ekki eitthvað betur, það er verður en þú íslensku. Baguette, sko, það er ekki betur en gott baguette. Það tala um eins og Íslandingar myndi fá bara Susanne Hrútspung alltaf 17. júní, eitthvað svona íslensk dæmi. Er það ekki gert það? Nei, því miður. Ég ætla að segja þetta sé satt. Hver er að gefa þetta baguette? Eða bara ríkið bara borgar hérna bara, færið bara delivered hérna upp á... Er þetta ekki bara the local bakery bara? Já, ég held ég spurði þetta spil þetta segir flígu, ég ætla að segja þetta sé satt líka. Þið segja þetta sé satt? Jep. Og þú veist, ég held bara þeir sem að vilja fá frítt, held ég. Já, ok. Það er svona þannig koncept, sko. Ok. Rámt! Það er rámt! Það er ennþá 1-1. Bjóst þú þetta til að chat? Það bara kemur þér ekkert við. Nei, ok. Herru, þarna... Hvað heldur þetta ekki að treysta þessu? Nei, ég veit það ekki. Hvað heldur þetta sé líklegt að það fá allir þetta er smá skrítið, sko. Já, en það er létt að gera baguette, þetta er bara deg, sko. Þú bara, hei, ferðu út í næstu búi, hei. Gleðilega þjóða. Það er svona ómælt bara eitthvað brauð, sko, þetta er svolítið... Já, frakkar elska gott baguette, sko. Ok. Ekki fara að fara að dissa frakkana hérna. Já, ok, sorry. Ekki live radio. Þetta var ósatt, þannig staðan er þá 1-1. Ok, þetta er spennandi. Þetta er down to the wire, hérna. Þú ættir að vita þetta. Ok. Þú varst hann daginn. Já, ok. Japan er með yfir 14.000 eyjur. Ég má ekki segja þetta. Þannig að þetta er Ingi, þú ert versti hóst sem Þetta er ræðilegt. Nei, ok. Þú voru að laga það sem chat segir, sko. Japan er með yfir 14.000 eyjur. Nýjar mælingar leiddu í ljós að þær eru miklu fleiri en áður var valið. Jesus Christ, maður. Vá, það var verið. Ok, þú náður að spitta þessu út loksins, ok. Þú svo satt? Þú segir satt, já, ég veit nefnilega svarið, sko, og ég ætla að segja, nei, ég veit ekki svarið. Nei. Þegar ég var þarna, ótrúlega þegar ég var þarna, þá taldi ég ekki það, ég hefði átt að gera það, sko. Já. 14.000, segirðu.
Það heldur mikið, sko. Ég held að... Ég er að fá símhringingu hérna. Já, ok. Og ég svari beinni, þetta er pabbi. Nei. Og ég svara? Nei. Nei, ok. Hann getur bara... Tölur er skemmtileg. Tölur er gáðan að djáma með ykkur. Nei, þannig að ég ætla að segja þetta sé... Og satt líka. Má alltaf segja sömu svörin þetta. Já, hætta eftir mér, maður. Já, það er rétt. Ég er bara að spila þetta. Næstu í 15.000 eyjur. Er það ekki bara eitthvað með þetta? Þarna. Ok. Það var svo kannski að segja þetta var eitthvað með þetta. Já, jú, 2020, ok. Pæli í því, 14.000 eyjur. Það er galið, sko. Ég held að Finnland, Svíþjóð með flestu með, það er bara eitthvað crazy, sko. Eru menn að búa á þessum eyjum þá? Já. Það getur verið. Ekki öllum, sko, en einhverjum. Herru, Spánn er með bæ þar sem fólk kasta tómatum hvert í annað á hverju ári. Hvert í annað? Á hverju ári? Bara á hverju ári, á einhver hátíð, kasta tómatum í... Tómatahátíð er mikla bara. Bara Tómas hátíðin. Tómas. Ég er að segja þetta satt. Þú veist, ok... Mér finnst þetta líklegt, þeir elskar tómataspánur, sko. Já, ég ætla að segja þeir elskar tómata, sko. Ég ætla að segja þetta sé ósatt bara til að take a risk, fá stig. Sniðt. Heyrðu, Ég held samt að þetta sé satt, sko. einn af ykkur er með þetta rétt. Það mætti hann. Og það er hann Unnar. Já! Þetta er satt! Já, ég var að búast við þessu. Já, ég þurfti að take the lead, loksins, það kom tími til. Er ekki 3-2? Það er 3-2 fyrir Unnari. Heyrðu þetta með? Ég heyri það. Heyrðu. Ég gaf þér eiginlega En Tommi, þú getur make the comeback ef hann er þessum tveimur rétt. Ok. Í San Marino eru fleiri bílar en íbúar. What? Þannig að það eru fleiri bílar en íbúar. Já, ég ætla að segja þetta sé, veistu hvað San Marino er? Ítalíu? Það er land í milli Frakklands og Spáns. Milli Frakklands og Spánar, já, ok. Þetta er pingu lítið land. Ok, þetta er bara næst minnsta landið, kannski. Já, eitthvað þannig. Vatikan er minnst að þetta. Þannig að ég ætla að segja að þetta sé rétt. Ég ætla að taka sensin aftur og segja þetta ósatt. Oh shit. Já, mér finnst þetta ekki mega sens. Af hverju eru fleiri bílar en fólk? Eins og ég segi, einn af ykkur er með þetta rétt. Oh shit. Og það er hann Unnar! Thomas, nei. Ég veist það. Maður. Já. Tommi er officially búinn að tapa. Já, ok, hvað er mörg eftir? Það er eina eftir. En ok, hvernig býr bara eitthvað svona ríkt fólkana sem á 10 bíl? Já, það er bara búið ekkert margirna og þetta er eitthvað svona fjalladót, það þarf mikið að bílum til þess að komast upp í fjöllina. Já, en af hverju, Já, ég meina, það er fleiri, já. Næst spurning. Næsta fokkin spurning. Önnur spurning. Unnar ætti að vita þetta. Ok. Hann var hann daginn. Það setur pressa á Önnur Japan-spurning. Japan er með yfir 6.000 byggðar eyjur. Byggðar eyjur? 6.000 svona artificially byggðar bara? Jep. Já, stendur hérna allavega. Ok, ég ætla að segja að þetta sé mjög vittlaus, hvernig þú bjóst þetta til on the spot. Þetta er rosa heimst, sko, þetta er svolítið mikið að ég ætla að segja að þetta sé ósatt. 6.000, það er með 14.000 alvöru eyjur og 6.000 menn með þetta er svolítið mikið. Ég held að það sé líka ósatt og af hverju myndur þú, ef þetta er satt, af hverju myndur þú byggja 6.000 eyjur? Já, þetta er smá skrítið, sko. Ósatt. Þetta er satt. Nei. Já. What? Við erum kallað heimskan. Ég skal googla þetta. Er þær taldnar sem mennilegar eyjur þá, fattur ekki að menna? Er það bara... Vitið þið hvað tekur á að byggja bara eina eyju? Þeir eru að byggja 6.000. Maður þarf bara trilljón tonna sand, sko. Ég veit ekki, sko. Er þær taldnar sem bara, já, ég skil ekki. No, Japan did not build those islands, ok. Já, þú veist ekki, þú ert alltaf að töfla og checka chatti, sko. Hvað gerast það? Þetta er þá bara allt búið að kæfta. 100%. Nei. Tommi er kannski sigur. Ég er the winner, man. Þeir fekk það 2 stygg bara. Ég fekk þetta rétt allavega. 5-3. Já, 5-5. Segja það bara. Hey. Nei, Unnar er the winner. Já, takk fyrir. Ég vinn, já, ég hef ekki að hann sagði ekki. Við skulum þá bara ekki telja það senasta með. Vist að chat er bara eitthvað. Talandi Japan, Unnar, þú tókst eftir því, ég og Ingi erum ekkert í bólnum, sko. Það er bólnum sem þú gafst okkur síðast að þetta, sko. Hvað gerður þú með hann að júlubólinn sem þú varst? Hvað heldur þú, maður? Hvað veist þú um það? Hvað gerður þú við hann? Hann er bara stólum minn með eitthvað að chilla, sko. Já, einmitt. Já, ég er svona stólakall, sko. Ég geim fyrir stól, sko. Er búin að sína mömmuðin hann?
Heyrðu, hæ? Já, reynda pappi sagði svona, byttu, hvað er þetta? Ég eitthvað svona, já, unna gaf mér þetta. Já, ok, hvað er þetta að gera? Nei, eins og, ég var svo snetta. Já, þetta er svolítið bólu, ég meina, ég er spenntur að sjá, þegar við tökum upp næsta nördavídeó, Ingi, þá verður að vera í Dragon Ball Z ból, sko. Já, þetta er fullkominn bólu, Þetta er prop, sko. En ok, þetta var skemmtilegur liður, Ingi. En svo, þetta logið er alltaf skemmtilegt, sko, fær maður til að hugsa. Fær maður til að hugsa. Þannig að Tommy, maður horfir á heiminn aðeins öðruvísi eftir það. Hvað hefur mikið eftir? Við höfum kortar eftir. Ok, þá dempa okkur í liðið þinn, Tommy. Dempum okkur í liðið minn, byrju, ég ætla að setja hérna bollanum frá. Síðasta lið dagsins, já. Sko, þessi liður er dálítið svona, Oh shit. dálítið svona gerður til að svona, einhvern veginn kynnast ykkur félagunum bara betur. Oh wow, ok. Þetta er smá svona, já, þú veist, ég bara, Það er smá hættir, ég get tala endalaust sjálf á mig, sko. Það er bara geggjað, sko, Já, það er ok, það sem þessi liður snýst sko, mér langar bara að vita meir ykkur og kynnast ykkur betur og leyfa þá hlustundum að gera það sama. Fair enough. Þannig, fyrsta spurning, þetta er litið 5 spurningar. Ég ætla bara að spyrja, ég ætla bara að ask away og þið ætla bara að svara. Ok. Þetta er engin keppni, eða nei? Nei, þetta er engin keppni. Hvernig svara betur? Þetta er bara calm, down, relax. Ok, þetta er svona fínt að enda þáttan þessu. Þetta er bara spurt og svara, sko. Má ég fara á skónum og sokkunum þá? Bara, gjör svo vel. En strákar, og þið svara bara einu í einu. Fyrsta spurning er, hvað langaði ykkur að verða þegar þið voruð yngri? Af hverju var þetta svona? Skilju, hvað voru svona, mér langar að vera þetta þegar ég verið stór. Þetta er góð lið því ég veit ekki hvað Ingi er að fara að segja þetta. Þetta er svona góð lið til að kannski er þetta skrítið en mér langar að verða sjóræningi. Ó, guð mér hann. Ok. Eins og í myndunum. Jack Sparrow, já. Já, svona Jack Sparrow. Ég var líka, fun fact, ég var líka mjög mikil Jack Sparrow, ég var mjög mikil Pirates of the Caribbean Jack Sparrow. Ég þóru samt aldrei að horfa á myndina, sko. Ég horfði bara á hann, þú veist, Peter Pan. Ég horfði bara á Coppa Cló. Ég varst hann að vera Coppa Cló. Ég veit ekki hvað það er. Er það í Peter Pan? Það er karakter í Peter Pan, já. Það er sjóræningi í Peter Pan. Eru þið með góða Jack Sparrow, eða? Já, það tekur hann að plína, ekki, svona styrkja svona. Ég var bara eins og settur aukinn, skilur. En já, mér langar að vera sjóræningi. Ok. Ég mætti eins og í leikskólan þegar það var ekki búningadagur eða eitthvað svoleiðis í bara sjóræningi búning. Ég sagði bara pappa, ég er ekki að fara í leikskólan nema ég fer í þessu. Það er ekkert of að skrítið sann, sko. Bara gafst upp og bara ok. Og ég bara mætti í skólan. Varstu með eitthvað svona, ertu ekkert með eitthvað legit svar, eða skilur, svona, sjóræningi eða nett og allt það, sko? Já, sjóræningi, svo það var einhvern mann YouTuber, fótboltamaður. Það er ekki þá markmiðið að vera YouTuber? Já, þú veist besti YouTuber í dag og bara nútíma og TikTok og náðu. Hey, look, mama made it! En já, ég ætlaði að vera tannlæknir. Já, ég er reyndar, þú varst búin að segja okkur þetta. Ég segi sjóræningi og þú segir bara actual vinnu. Tannlæknir. Já, ég meina hvað, áttu maður ekki að segja actual vinnu það? Ég held ekki margir sem er með eitthvað svona drauma. Þess að spyrja aftur. Ég er ekki að segja Luke Skywalker, ég vil geislasverða Jedi-rittari. Varstu bara 5 ára bara, já, ég ætla að vera tannlæknir? Já, ég byrjaði að skoða tennir. Það er alveg rosalegt, sko. Þegar þú sagðir okkur þetta fyrst, það var svona, ok, það er alveg skrítið og varst bara sjáast ekki fyrir ykkur. Jú, þú ert alveg svona tannlækna-týpa, sko. Já, getur þröngum buxum svona hrestur og skemmtileg. Þú ert alveg svona tannlækna-týpa, sko. Já, sem að þú ert með, við þurfum að taka x-ray hérna myndinu svona grímuna í hvítum slopp eitthvað, ég veist, já. Þetta er Pilot's Drive-In, við þurfum að taka eitthvað skjótið. Pilot's Drive-In? Þetta mátti ekki taka þessu. Líma! En ég ætlaði svo líka að vera hagfræðingur þegar ég var aðeins eldri og svo, já. Það er svona businessmaður. En hvenær, þú veist, hvað varstu gaman? Mér langaði eiginlega að vera umboðsmaður, já. Það var tannlæknir fyrst, svo breytist það í svona businessmaður og svo svona umboðsmaður, já. Mér langaði að vera svona umboðsmaður tónlistumenn. Já, ég held að það er sick, sko. Bara lifi svona lífstíleikunni, vera bara með þeim alltaf og vera bara að bóka ykkur gig. Það geta alveg gert þetta einn, sko. Ég sé alveg fyrir mér. Já. Ég gæti ekki verið umboðsmaður. Ekki? Ef ég væri, eins og þú sagðir, lifa svo lífi með þeim ég myndi alltaf horfa, segjum að ég er bara umboðsmaður einhvern rappara ég myndi alltaf horfa hann bara, fuck, mér langar að vera svona ég væri bara pirraður aðbreyðsamur. Já, en þú ert samt, sko
þetta er líka svipað eins og ég með ykkur, ég er að svona, þú veist, ég er að svona elevita ykkur, við erum svona elevita sama, þú veist, ég myndi bara líta á þetta þannig, ég er bara að reyna að stækka hann eins mikið og ég get, eða, þú veist, hana, whatever, eða, þú veist, ég sé þetta einhvern veginn þannig, sko. Umbósmenn alltaf græða meira þegar þeim gengur vel, skilur, bara svo lengi sem ég er að græða pening, það er flottur, sko, og ég er backstage, eitthvað, smá weed, eitthvað. Já, ég meint, það ætla við, þetta var góð spurning, ok. Já, þannig að sjórunningi og tannlæknir. Það er svona, þarna sést bara svona munurinn á, þetta er bara svona svart og hvítt. Sjórunningi og tannlæknir, þetta er skuðið. Það er góður sjórunningi. Nei, þú sagði þetta ekki. Ok, strákar, hver var fyrirmyndin ykkar growing up? Wow, þetta er frábær spurning líka. Við erum að fara svolítið í æskuna, sko. Við erum að fara smá dýp, sko. Ég held að hreinskilnislegast séð var það örugglega mest bara bróðir minn, sko, eldri bróðir minn. Wow. Einlægt svar. Já, ég var bróðinn að hlusta núna, það byrjaði að tárast, sko. Ég meina, Ingi, þú ert eldri bróðir. Tómas, þú ert ekki eldri bróðir. Já, yngri bróðir. Þeir sem eiga eldri bróðir tengja við þetta. Maður lítur ekkert eðlilega mikið upp til bróðum hans þegar maður er lítill, sko. Þannig er bara svona, allt sem hann gerir er bara nett. Þú veist, maður bara vill vera eins og hann, maður bara gerir allt eins og hann, þú veist. Þannig að ég myndi svona að það er örugglega líklegast að svarið bara, sko. En sem svona celeb, þá myndi ég segja, hvað var ég var að tala meira svona celeb með bróðin og náttúrulega bara geggjað svar, sko. Já, ég veit ekki, það var svona sanna svarið, sko. Ég veit ekki, íslensk celeb, erlend celeb, ég veit ekki, bara hvað. Leikari. Leikari. YouTuber. Einhver YouTuber, ræskam, þú veist. Fólkin hræðileg fyrirmynd. Einhver tónlistamenn, þú veist. Ég veit ekki, ég er óslega tómur. Ingi, svara þú bara, kannski dæmir eitthvað. Ok, ef við erum að tala ekki celeb, þá myndi ég segja, þú veist, það er svo margir, low key. Ég myndi segja bara í einu svari, þú veist, pabbi minn, bróðir minn líka, afi minn. Shit. Bara fjöllan bara, basically. Hvað sagði frændi minn? Nei, frændiðin, já. Hvað ætlar að halda áfram með? Maður systur minnar. Ok. Já. Má allt í raun með 5 svör? Nei, þú ert að telja bara, hann vill ekki leave out brother og bla. Ég vill ekki leave out no day ones, man. Nei, leave out the day ones. Ok, já, bara fjöllan basically, bara pappi og bro. En einhver celeb svona íslenskan erlendan. Fótboltamaður, maður var svolítið mikið með fótboltamaður. Growing up bara. Bara growing up. Já, þú varst bara allast upp. Ég er ennþá growing up, sko. Já, samt ekki. Ok, sko, ég myndi segja örugglega, ef það verið celeb, og ég var að hætta örugglega, náttúrulega Ronaldo. Já. Ronaldo, svo, ég leiti upp til Jake Paul. Ég er svona eftir svona maður, það útskjáði allt maður, dísist. Nei, þú veist, þegar hann var í þetta vlog days, þegar hann var ekki skrítinn. Veist, hann var hann skrítinn. It's every day, bro. Já, þegar every day, bro. Já, við tölum alveg lúmst allt og mikið Jake Paul, sko. Já, það er svona svolítið, sko. From now on, við tölum aldrei aftur Ég segi bara næsta spurning á hann að fyrir eitthvað rugl, sko. Ok, Jake Paul og bróðin. Já, gott svar. Ekki Jake Paul. Nei. Það er bara frábært. Nei. Ok, talandi um eitthvað svona celeb, eða svona gott svona segway. Ef að þið gætu verið ykkur, bara þið getur bara breytt ykkur í einhvern annan forever. Oh shit. Hvaða celeb myndið þið breyta ykkur í? Þið myndu bara swissa lives. Eða skilur, þú myndu bara vera þessi gæi bara þú myndir vilja vera þessi gæi. Sko, ég veit ekki okkur fyrst sem datt ég var Leo DiCaprio, en ég held að það sé ekkert eitthvað. Það er örugglega ekki træðilegt líf, sko. En ég held að það sé ekkert eitthvað geggjað núna í dag, eitthvað svona, hvað? Eitthvað gæi hérna. Kall eitthvað labba fram í hann, svo kom hann hérna. Nei, kíkt hann inn, what the fuck? Það var eitthvað gæi bara stara hinn, miðjuboddi. Já, Leo DiCaprio, þú veist, ég er ekki að segja þetta bara því að hann er alltaf með 25 ára yngri reglan, þú veist. Það er að fyrst sem mér hugsaði, sko. Já, ég veit það, en mér finnst það bara út að, ég er alltaf að velja einhvern leikara, því ég er leikari sjálfur, þannig að hann er svona yfir uppbóðsleikara minn, sko. Hann er að baller. En svo ég hugsa líka, hann er orðinn svo gamall, sko, og ég vil freka fara einhvern yngri gaur, en svo nú erum við svona unga ferska leikari eins og Timothy Chalamet og Jacob Elordi, ég held að sé heldur ekkert leiðilegt að vera þeir. Ég ætla að segja Timothy Chalamet, hann er nær mér í hæð og svona væpi, sko. Ég fíla líka hvernig hann leikur, sko. Ég held að sé líka bara 29 eitthvað. Já, hann er ekkert svo gamall, sko. Já. Timmy maður, hann er sko eftir Marty Supreme, þá var hann einhvern veginn bara svona uppáhalds celebi minn einhvern veginn. Já, líka minn, sko.
Þetta var crazy hvernig hann gerði þetta Martins og Prímdami sko. Ég fíla hvernig hann leikur, það höfða mjög mikið til mín sko. Ég tek mikið inspo frá hann sko. Hann líka mjög svona, þú veist, einhvern veginn opinn með hvað hann hann bara kokki og hann bara Timmy og hann að reyna að vera bestur skilur. Það er bara hann skilur. Hann bara næsti í Leo DiCaprio Field of mindset sko. Ég myndi bara ekki vilja vera neinn annar. Það er væntanlega alltaf svarið skilur, en bara ef þú þyrftir að gera það skilur. Hvern myndir þú vilja? Þetta er góða spurning á mig, wow, þetta er deep sko. Já, þetta er deep sko. Celeb. Hvað er það? Má einhver Íslendingu, þú mátt segja bara Aron Kahn. Það er skrítið, þú myndi segja bara frændi minn Tommi. Jökull bróður Tommi. Pappi Tommi. Já, það er skrítið sko. Örugglega, þú veist, einhver tónlistarmaður. Ég vill ekki vera einhver annar sko. Það var skemmtilega með. Við viltu ekki svara spurningum. Gaman að vera í podcastum með það. Svarar ekki spurningum. Ég myndi bara vilja vera fucking Trippie Redd. Nei. Nei, ég ætla að segja Juice WRLD. Juice WRLD? Það er sem ég hugsaði Juice WRLD. Ef hann væri ennþá á lífi, þá kannski, þá myndir þú segja hann. Hann varst í alls konar dópið eða ekki? Hann var alveg í mörgum eitulöfum. Þú myndir ekkert vilja vera einhver rappari sem bara að dópa sig upp á hverjum degi. Þú myndir ekki að Leo DiCaprio öruglega að gera líka. Ok, ég veit. Ég myndi bara, ég myndi bara vera fucking Bruno Fernandes. Ok, það skrifum það. Ég veit ekki. Jú, spila manju þetta alltaf. Já, þú komst með eitthvað svar. Spila manju, gaman, já. Já, ok, fuck it. Ok. Bruno Fernandes, Timothée Chalamet. Bruno er geggjaður. Bruno er geggjaður. Já, hann er þetta Bruno Frans. Ok, við höfum ekki segja spurninguna, Tommi, við þurfum svo bara að taka enda á þetta. Ok, ég með tvær hérna, eina þið gætu þurft að hugsa smá og ég ætla bara að spyrja hana fyrst og þú veist, ef þið eru ekki með svar þá bara fyrir við næstu. Hvað er það skrýtnasta sem þið hafið gert? Fyrsta sem bara upp er barnaefnið sko. Þannig að það er vídeo sem við tókum um barnaefni. Vá, þetta hljómaði smá skringilega þarna í smá. Barnaefni? Ok, hei. Nei, ég er bara fárveikur gæði, sko. Nei, ok, það er... Hvernig fórstu þáka bara? Ég veit það ekki. Ég er hugsað það, sko. Það er búin að vera brainwashed á TikTok, maður. Maður hefur gert fullt af öðruskristin dóti, þetta sé ekki eitthvað af svona sketsum sem maður hefur gert, sko. Já, eða vídeóm, einhvern veginn svona vídeóm, já. En eins og þú meitt sagði okkur daginn og skeist út í skóarna í veðurferð, okkur þurfa að fara aftur í það. Ég er bara að segja, það er smá skrítið. Talandi það, ég var að fara staðfest, ég er að fara í aðra veðurferð núna eftir svona 2 mánuði. Og ég er að stefna á að skýta hendi í 3. skeytunum minn út í þá, sko. Þú verður eiginlega að taka hann upp og senda hann á. Menn eru peppar, ég skal senda ykkur mynd að þessu, já. Menn eru peppar fyrir þessu. En skrifna það sem ég gert, ég með það fyrsta poppar upp er hann að þið tókum með hann barnaefni skett. Já, það var heldur sko. Já, það var skrítið sko. Það er líka fullt annað sko. Já. Ég meina, ég var í því. Þetta er svipað, en ég ætla að koma með öðruvísi svar. Ég ætla að segja þegar ég gerir vídeo í ruslapóka. Ég var í ruslapóka og það komu einhverjir svona fans sem við þekktum á TikTok og ég var bara í ruslapóka bara, já, sælir maður, ok, geggjaður. Það var ákveðin skellur sko. Já. Jú, ég var oft verið í svona aðstæðan líka eitthvað sem er einhver skritin búning eitthvað, fólk lappar fram hjá mann eitthvað svona. Já, eitthvað sem kunningi manns vinir, mann sælir eitthvað, jú, þetta er svona eitthvað. Svona er þetta bara. Klættur eins og svona barnastjarna og svona skritin. Já. Ok, þetta er bara einhverju skrínsketsar það til ég. Ok, síðast spurningin, þessi er líka helviti deep sko. Ég veit ekki hvort þið vilji svara spurningin. Enda bara á... Byrju frá bara geggjum spurningur í bara deep. Þetta er búið að vera frekar deep. Þetta er frekar allt deep sko. En mér finnst það skemmtilegt. Fólk er að kynast ykkur betur og blá og allt það. Hafið þið lent í a near death experience? Hafið þið bara lent í ykkur sem þið dóa næst í? Ég hef lent í ég druknaði einu sinni. Hæ? Já. Þetta var fyrsti tíminn í sundi í nýjum skóla. Já. Og ég í nýja grunnskólanum mínum sem ég, at the time. Ágaskóla, já. Sjóðu ágaskóla. Já, og ég held að sundlegin var ekki, ég held hún var bara sama hæð. Sama level, sko. Já, grunna bara. En hún var grunn, svo var hún til lengra á fóst, þá var hún dýpri. Já. Og ég syndi bara og svo ætla ég að standa í fætur og ég bara, oh fuck, herru og ég sig bara niður bara,
ég bara fuck og byrja bara hæ og svo allt í henni kemur frænka mín sem var kennari í þessum skóla hún var allt í henni eitthvað, hún ekki sundkennari en hún var bara eitthvað og ég held það, ég held það hún var ekki sundkennari sko nei, ég held það var hún sem bjargaði mér hún bara, ég tók í hendina hennar og ég bara druknaði hennar það er crazy var þetta ekki Birna? Jú Birna, ég var að hlusta, sjátt á það þig maður you saved 69 jú, ætla mitt tengist ekki líka eitthvað svona vatnið eitthvað þú veist, eitthvað svona ég fór að surfkamp í Bali þegar ég var í reysu í Asi og var eitthvað að surfa kemur eitthvað svona huge, ég er að fara á surfbretti, ég er svona að fara að stíga þegar maður að surfa, er maður svona fyrst á maganum svo hoppa maður svona á það og ég var svona að fara að hoppa á það og catcha einhver öldu og það stór alda og hún bara tekur mig og ég fer í svona frontflip í kafi og tekur mig svona onni og ég bara vum og ég man, þú veist, við áttum að vera með hjálm að það ég var ekki með hjálm, það var svona byrjandi námskeið ég var ekki með hjálm og það var alltaf að tala um að ég man með hjálm til þess að passa það að brettið fari ekki í hausinn á menni sko, og þarna þetta var bara gefing kraftur og ég bara fyrir svona og ég sé brettið bara svona fara næst í hausinn á mér það hefði farið í hausinn á mér, það hefði mögulega bara rótast og bara orðið eftir þarna sko. Já, það er náttúrulega sjórin er bara skeri sko. Miklu hættulegur en maður heldur sko. Krafturinn öldu með vannmetin sko. Ölduna sem þú horfir á bara fyrir utan maður er bara stór alda en þetta getur fokkar upp eftir í þessu crazy sko. Líka sko, þú getur farið með sjónum bara hægt og rólega þú bara tekur ekki eftir því skilju en þú ert bara alltaf inn og kom bara 100 metra út skilju og þú bara fattar það ekki sjórin er stór skeri, það er efni heila þátt sko. Ég fer ekki sjón ég er miklu lífsrættari með árunum sko. Já, mér finnst sjórin skeri 100% ég var alltaf sko hræddur þegar ég var svona 10 ára gamanleika þá var ég bara hræddur við bara svona open ocean bara svona að vera fastur bara með bara ekki, þú ert bara fastur in the middle of the ocean skilju, það er crazy ég bara myndi ekki, ég gæti það ekki sko ég er reynda líka það er mikið vatn í heiminum, pældi ég sjórin er 70% í jörðinni er ekki plánettan bara, hvað er mikið prósent af vatni bara? Ok, ekki alveg plánettan þegar það er alls svona bara yfirborðið alltaf vatn sko, svo alltaf innri kjarnin og allt það er alltaf bara svona metal og eitthvað dæmi skilju, steinar það er þetta að fyndi ef öll jörðin væri bara öll jörðin, já, í 70% af flatamálunni, já, það er 70% vatn, já, 70% ég sá eitthvað crazy stat daginn, 97% af öllu vatn á jörðin er bara sjávarvatn svo hitt 3% bara sem við drekkum sjórin er bara, erum við bara með 3% til að drekka við getum tæklað það er alltaf að recycla crazy en við þurfum að taka enda við komum með eitt quick svona kúkafakt við erum ekki búin að tala um þetta kúk vatni sem að þú ef þið er að borða, sorry vatni sem að erum við slöttum á magnum og stóma takk ég okkur setna ég skal bara sleppa þessu fact Nei, hvað með Urkik? Nei, bara vatni sem þú kúkar og pissar eða skilju, eða þú ert ekki að kúka vatni eða jústundum, eða skilju, eða ég veit ekki það er bara filterað og gert það nýju vatni sem þú getur drukkið Já, þannig að við erum að drekka kúka þetta dag, það er niðurstaðan í þessu tætti bara endilega follow okkur á Spotify, það er mjög mikilvægt fyrir okkur það eigur ekki bara Spotify samt, Instagram, TikTok, Facebook, allstar og gefa okkur, reytið okkur we love you guys haldið áfram að kommenta, sharea, likea, hlusta, við elskum ykkur GSM Gang until next time við sjáum ykkur næsta mánudag yes sir gang, peace out